við komin aftur og við ætlum að fá núna nemendur með okkur og nokkrar spurningar frá þeim. Hvað segir, hver ykkar vill byrja? Já, góðan dag. Ég heiti Friðrik og nemi í heimspeki hérna í háskólanum. Mín spurning gæti flokkast kannski undir að vera lagalegs eðlis. En hún hljómar svona. Ef upp kemur ágreiningur á milli staðgöngumóður og verðandi foreldra að hvorugt vill barnið eða báðir aðilar vilja eiga barnið, hvor ábyrgur eða á tilkall til barnsins? Já, ég skal taka þetta. Sko, það lögð áhersla á að fyrirbyggja svona með einhvers konar samningum á meðgöngu, en eins og staðan í dag og eins og við vinnum með þetta í dag og lögin, þetta lagafrumvarp sem liggur fyrir hjá okkur gerir ráð fyrir, þá myndi konan sem gengur með og fæðir barnið, hún móðir barnsins. Og hún móðir barnsins alveg þangað til að barnið í rauninni ættleitt í sjálfu sér af foreldrunum sem að hinum verðandi foreldrum. Það gerir ráð fyrir þessari leið og þetta sama leið og er til dæmis í Bretlandi, þetta er mjög svipað form þar. Svoleiðis að ég hugsa að sko hennar réttur alltaf afskaplega sterkur. Hún getur meira segja í einhvern ákveðin tíma, það er svolítið misjafnt eftir hvernig lönd útfæra þetta, þá getur hún neitað að láta barnið af hendi. Hún getur gert það. Og á sama máta væri það sjálfsagt hún sem að yrði sko dæmd, eða hún yrði foreldri barnsins sko. En þessi samningar sem fara fram á öll þessi ráðgjöf sem er gerða skilyrði á undan einmitt akkúrat til þess að taka á svona málum og reyna að fyrirbyggja að þau komu upp. En þetta náttúrulega eitt af þessu sem oft rætt í þessu samhengi að það hafa náttúrulega komið upp mál erlendis þar sem einmitt hafi verið ágreiningur og kannski ekki búið að ganga frá þessum málum nógu vel eða fólk skiptir skoðun eða aðstæður breytast eða eitthvað slíkt og þó að sé kannski reynt að koma í veg fyrir þetta eins og einmitt með í frumvarpinu þá getur maður svo sem ímyndað sér að það sé aldrei alveg hægt að koma í veg fyrir vandamál sem geta komið upp en Nei, og það er alveg sko kannski rétt að ítreka að auðvitað er sko reglan og nánast alltaf þá ganga málin eins og var fyrirhugað að þau gengju. En það koma upp undantekningartilvik, það kom upp vandamál og ástæðan fyrir því að það er alvarlegt er það að þegar vandamálin kom upp þá eru þau svo alvarleg og þá verður skaðinn svo mikill. Jafnvel þó þetta gerist ofboðslega sjaldan, af því að skaðinn er svo stór, þá verður þetta áhætta. Það er svo mikið í húfi. Það er svo mikið í húfi. Það er þarna nýfæddur einstaklingur sem kannski er ekki hægt að koma, sem sagt, á ekki foreldra eða Já, það eru til svoleiðis dæmi sem hafa komið upp og sem dómstólar hafa þurft að taka á. Eða er orðin bitbein á milli fólks óskyldra aðila frá fyrsta degi? Já, það er alveg sko, allt hefur gert sem að ímyndunaraflið gerir ráð fyrir því að geti gerst nánast sko. Það gerist allt. Já. Það er alltaf svoleiðis. Algjörlega, við verðum að vera undir það búin. Já, og kannski við undirbúum okkur náttúrulega eins og hægt en það er aldrei hægt að undirbúa sig undir allt því að það er svo dásamlegt að gera óþekkt það verður alltaf óþekkt. Já, önnur spurning? Já, góðan daginn, Heiðar heiti ég. Mig langar að forvitnast kannski út í þetta frumvarp sem að liggur fyrir að eftir því sem ég best veit þá er einhvers konar skilyrði að staðgöngumóðirin og þá viðtakandinn, það megi ekki vera skild. Ég vil bara vita hver eru rökin bak við það? Snorri, kannski þú hérna? Já, ég held að það hljóti að vera einhvers konar rök sem að lúta að einhvers konar pressu sem fylgir því, væntanlega. Það er ekki í sjálfu sér ekki neitt læknisfræðilegt, síður en svo. Það er læknisfræðilega að verða hagstætt. En af því að það væru vefjaflokkar og annað þess áttar væru þá líkari og þar leiðandi hagstæðara fyrir bæði móður og barn og þungunina í sjálfu sér. Þannig að ég held að þetta sé nú einhvers konar leið til þess að reyna að takmarka möguleikann á þeim þrýstingi sem að getur fylgt þessari ákvörðun. Ég held að sé alveg rétt, ég held að sé það sem að hafi ráðið þessu og svo líka ef það kom vandamál í slíkum tilvikum þá er þau svo alvarlegt því að það klýfur upp fjölskyldur sko.
og þau verða svo erfið. Þannig að ég held að sé eitthvað slíkt sem að varð til þess að þetta var ákveðið. Því að það má segja að þessi lög, í þessu frumvarpi, þá reynt að stíga mjög varlega til jarðar og komið veg fyrir eins mikið og að vandamálum og hægt og þetta svona ein leið til þess. Og þegar þú veist, auðvitað hægt að deila mjög mikið þetta vegna þess að þetta náttúrulega kannski einmitt þeir einstaklingar sem varu líklegastir til þess að vilja gera þetta velgjörðarskyni. Og annar ángi af þessu líka sá að ég held að sko aldur staðgöngumæðurina megi ekki vera yngri en 25 ára, það rétt hjá mér? Það sé eitthvað svoleiðis og þar aftur sko verið að reyna, og það aftur mjög umdeilanlegt hvort að 24 ára kona ekki nógu þroskuð til að taka þessu ákvörðun, ég veit það ekki. Það aftur sama, þarna er verið að reyna að minnka pressuna á þá sem að löggjafinni telur þá kannski vera verð til þess fallin að verja sig fyrir þeirri pressu sem upp kemur. Já. Og svo náttúrulega líka gert að skilyrði að konan hafi átt barn áður, sem búin að eiga barn áður. En þarna einmitt það verið að gera greinarmun þarna á fullri staðgöngu þegar konan á ekkert í barninu og svo hefðbundinni staðgöngu þegar hún gengur með sitt eigið barn. Og það lögin gerir sérst ráð fyrir, eða frumvarpi gerir ráð fyrir að það verði full staðganga. Já, það er alltaf gjafaegg. Það er alltaf að ræða gjafaegg. Og staðgöngumóðir notar aldrei eigið egg. Og það er náttúrulega meiri áhætta fyrir móðurinn eða staðgöngumóðurinn að hún þarf þá að fara í glasafrjóvgun og getur þetta líka verið meiri áhætta að öðru leyti fyrir læknisfræðilega? Já, sko staðgöngumóðurinn þarf eiginlega ekki að fara inn eina glasafrjóvgun, hún þarf eingöngu að fá frjóvgað egg sett upp í legið. Hún þarf að fá einhverja, annarkvort er hægt að gera það bara í hennar eigin tíðarhingi eða síðan er hægt að gera það með afskaplega lítilli hormónameðferð. Aftur á móti þarf konan sem gefur eggið, hvort sem það er þá hinn sem þiggur staðgöngu maðurunina eða einhver önnur þarf þá að gangi í gegnum glasafrjóvgunarferli. Þannig að það álag leggst nú ekki á staðgöngumóðurina. Og síðan er sko áhættan af meðgöngunni er ekki mikið aukin þrátt fyrir að þetta sé gjafaegg. Og lögin gerir nú ráð fyrir að þetta séu eðlilega frískar konur með sannaða frjósemi og eðlilegar meðgöngur fyrir. Þannig að það ætti að geta gengið vel. En skulum ekki gleyma því að þungun sem slík er náttúrulega kannski eitt það hættulegasta sem að konur ganga í gegnum á lífsleiðinni. Þó að þær ganginu náttúrulega næstum því alltaf vel. Já, Elísabet heiti ég og mig langaði líka að spyrja þess meira út í frumvarpið sem er fyrir og þá sérstaklega varðandi þóknun staðgöngumæðra og hvort þær myndu fá einhverja þóknun, hversu mikil hún væri og hvort það væri þá ekki raunin verið að grafa undan þeim gildum sem staðgöngumæðurinn ætti að byggja á sem er það góðsemi umhyggju fyrir náunganum og gera það eins konar viðskiptaferli. Sko þetta verður alltaf svolítið grátt svæði. En enga síður, það er gert ráð fyrir því ef ég man rétt í þessu frumvarpi að það má bæta upp sko kostnað við meðgönguna og það er lítið á það bara sem svona ákveðna sanngirniskröfu að konan sem gengur með barni, hún sé ekki að bera kostnað af læknisheimsóknum og sónar og öllu slíku og jafnvel hvort að megi reikna inn í líka meðgönguföt og eitthvað svoleiðis sko. Þetta hins vegar, hvað er eðlilegur kostnaður og hvað er ekki eðlilegur kostnaður og hvað á að draga þessi mörk, það hefur sýnt til dæmis eins og í Bretlandi þar sem við erum með sambærileg lög, þá hefur verið erfitt að draga þessa línu og hún hefur haft tilhneigingu til svolítið að þenjast út. En á hinn bóginn má segja að það er líka ósanngjarnt kannski að segja að það megi ekkert greiða og ekkert taka þátt í þessum kostnaði. Þannig að þetta verður svolítið gráu svæði og ég held að hafi nú ekki verið nefnd neinn tala í þessu frumvarpi sko, en það sé frekar orðað með einhvern svona hætti sko, ef ég man rétt. Það er ekki þannig að fólk þarf þá að sýna fram á það sem hefur verið útgjöld sem sagt er verið að greiða. Það getur vel verið, þetta er eitthvað sem er væntanlega sko gert út í samningi sko. Já.
og svo náttúrulega líka getur verið vinnutap og allt mögulegt sko í kringum auðvitað. Já, í kringum meðgönguna sko og hvað á að ganga langt í að bæta það og hvar þessi mörk dregin sko. En það alltaf gert ráð fyrir að þetta sé einungis í velgjörð, þannig að það sé ekki greitt. Nei, og svo greiðsla sem kemur, sem verður örugglega einhver, hún alltaf, það alltaf litið á hana sem miskabætur, tap eða útlægur kostnaður. Og annað sem líka sko, það bann við auglýsingum ef ég man rétt sko, þá hérna, ég held að það sé tekið fram í þessu frumvarpi líka, það við að þannig sko, það bannað að auglýsa. Sko það bannað að auglýsa eftir staðgöngumóður. En svo má heldur ekki hafa systur og einhvern nálægt sér. Þannig að þetta verður svolítið erfitt ábyggilega, sko, hvernig á að gera þetta, sko. En ég held að þetta sé örugglega rétt munað hjá mér. Facebook status, ég að leita að fólk mun gera alls konar svona, sko. Hver refsiramminn að þú gerir það? Nei, það mun fara einhverju svona leiðir, sko, og segja svo, ég meina, ég var ekkert að auglýsa, ég bara var að sko, tilkynna. Já, þetta var bara eitthvað svona, þú veist, hvað á fólk að gera, skilur? Og auðvitað það þó að lagaramminn segi að þetta eingöngu að vera bætur fyrir vinnutap og svo framvegis, einhvers konar óþæginda og vinnutapsgjald, við getum kallað það, að það var náttúrulega gerist ýmislegt á baku tjöldin. Já, sko, þetta bara fyrst og fremst að þetta náttúrulega grá lína og við þurfum að takast á við hana og ég held hún sé óhjákvæmileg. Algjörlega. Það óréttlátt að hafa báða bóa, held ég. En ástæðan fyrir þessu náttúrulega það svo að það tekin skýr afstaða gegn markasetningu eða því að það sé verið að greiða fyrir þannig að það sé raunverulega að því það mikil umræðum þetta hefur verið í Bandaríkjunum það sé svona við verið að kaupa börn eða þetta sé orðið svo markasett svona mikið markaður í kringum þessar hluti og af hverju þetta svona mikið vandamál að hverju erum við að því að það er verið að tala sko það náttúrulega auðvitað skapi þrýsting á móðurina eða mögulega að taka þetta að sér ef maður gera þetta fyrir peninga að það sé slæmt. Eru þið sammála þeirri leið að það sé? Já sko, ef þú vilt gera þetta velgjörð og það einlægur vilji löggjafans og samfélagsins að það sé mögulegt að gera það að þá ekki hindra þig að þú getur ekki gert vegna þess að þú kemur ekki nógu vel út úr því fjárhagslega. Ég skil þann punkt alveg. Þetta náttúrulega dálítið flókið sko og spurning hvort að til dæmis með svona á að gera ákveðna kröfur til staðgöngumóðurinnar, á að gera til dæmis þær kröfur að hún sé með yfir einhverjum ákveðnum tekjumörkum, bara sem dæmi, að hún sé að staða hennar í samfélaginu sé eitthvað ákveðið til þess að hún getur tekið að sér þetta verkefni. Eða ekki. Þegar það talað að sko jarðvegurinn fyrir staðgöngumæðrun, það sem að sko, og sérstaklega markaði kringum staðgöngumæðrun, það það sem er hérna þróað heilbrigðiskerfi, mjög gott að vera enskumælandi heilbrigðiskerfi og fátækt. Og ef þetta til staðar, þá ertu með svona eitthvað nauðsynlegt til þess að markaðurinn geti blómstrað sko. Og þetta til dæmis eins og hefur verið talað að sé á Indlandi sko. Og þetta eitthvað sem okkur líkar ekki. Þannig að ég held að ég geti alveg sagt að þetta sé ekki sú leið sem við viljum ekki sjá að það verði leið fyrir fátækar konur að vinna þetta. Ég held að allir séu sammála að það sé ekki það sem vakir fyrir okkur hérna á Íslandi sko. Og heldur viljum við forðast þetta en hérna það samt alveg opin spurning hvort það eigi að gera einhverja svona kröfur með tekjur eða stöðu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hérna, sumir myndu gagnrýna það og segja, ertu þá ekki að mismuna konum? Af hverju með ekki bara allar konur sem vilja gera þetta? Sko? Og það auðvitað, ég meina, ekki rétt að rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að það ekki fátækustu konuna sem að taka þetta að sér. Nei, heldur að vegna þess að það líka ákveðin krafa á staðgöngumæðurnar að þær séu, þær hafi ákveðið svona félagslegt öryggi þannig að þær geti raunverulega gengið með barn við svona nokkuð góðar aðstæður. Þannig að þær búi ekki við sára fátækt. Því það náttúrulega líka áhættið sjálfur sér fyrir
meðgönguna mögulega. Nákvæmlega. Já, þannig að það er allavega reynslan þar sem er búið að praktísera þetta í nokkuð mörg ár. Já. Spurning? Já, Þorkell heiti ég. Nú staðgöngumæðrun bönnuð og í hvert sinn sem að ríkið bannar fólki að gera eitthvað ákveðið þá þarf ávallt að vera ríka réttlæting þar að baki. Þess vegna langar mér að vita hver er nákvæmlega réttlætingin fyrir því að ríkið geti meinað frjálsum einstaklingum að gera samning sín á milli á jafningagrundvelli í tilviki staðgöngumæðrunar. Þetta er góð spurning. Þetta er og það má alveg segja það er hægt að horfa á þetta, er ekki staðgöngumæðrun bara einkamál? Er þetta ekki bara einkamál fólks? Og ef þetta er bara einkamál og eitthvað sem gerist í skjóli friðhelgi einkalífsins, þá bara kemur þetta ríkinu ekkert við. Og þetta er alveg rök sem þeim hefur verið varpað fram og margir sem segja að þetta er bara svona. En það má segja líka hinn möguleikin er að segja nei, þetta er ekki bara einkamál. Þetta er líka eitthvað sem varðar okkur öll og varðar samfélagið allt. Og það sem að mæli kannski með því, það er að staðgöngumæðrun, hún snertir á svo mörgu. Hún snertir í rauninni á miklu fleiri einstaklingum heldur en bara staðgöngumóðurinn og hinum verðandi foreldrum. Þetta snertir á barninu sem verður til. Þetta kemur líka og snertist líka við bara fjölskyldu staðgöngumóðurinnar, börnin hennar fyrir og maka hennar líka og hvernig það allt er. Og það hefur þótt nauðsynlegt að hafa einhvers konar lagaumhverfi í kringum þetta bara hver staða alls þessa fólks er. En síðan bara almennt, þá tekur þetta líka á þáttu bara sem snúa að okkar bara menningu eins og bara hvernig skiljum við hugtök eins og faðir, móðir og þessi tengsl á milli fólks, bara hvað merkja þau og hvað skilning leggjum við í þau. Og kannski það mikilvægast í þessu er kannski það bara að tryggja sérstaklega öryggi og velferð þess barns sem verður til, að það hefur verið svona ákveðin ótti við að færa og hafa þetta bara inn í einkalífinu, að það geti orðið svo mikill skaði út af því og það eru dæmi það, að það hefur þótt nauðsynlegt að setja þetta reglur í bara löndunum, í ríkjunum hvað sé leyfilegt og hvað ekki. Þetta eru mannslíf og velferð og framtíð fólks. Þess vegna skiptir það svo miklu máli. En nú er það þetta eitt sem mjög oft er einmitt rætt í þessu, framhaldi af þessari spurningu, í tengslu við allar þessar aðgerðir sem verið að gera og hægt að gera og við erum með að skýra lagaramma og þetta má og annað má ekki og svo framvegis, að það gerir svo margt í bara lífinu og fólk börn eru að fæðast og þau hafa ekki aðgang að foreldrum sínum og þau eru, jafnvel hafa bara einn foreldri og það er svo margt sem gerist og það er hægt að náttúrulega að gera ýmislegt án hjálpar eins og þú ert að nefna. Já. Og það gerist ýmislegt og þá segir fólk, er þetta eitthvað verra, hver er munurinn á því því að fólk bara bjargar sér sjálft eða gerir eitthvað með ábyrgum eða óábyrgum hætti eftir atvikum. Hver er munurinn á því og af hverju þarf svona mikla löggjöf í kringum þetta? Þetta þegar verið að gefa sæði eða egg eða alla þessa hluti. Já, við erum svolítið búin að taka þessa afstöðu svona að í sambandi við til dæmis meðferð einstæðra kvenna og lesbía að þar séum við til í að bara taka þátt í þessu eins og fólk hefur verið að leysa sín mál sjálft og það sé kannski bara betra að við bara setjum þá utan að löggjöf og fylgjum við þannig eftir. En það er kannski svolítið eins og Ástríður segir, svolítið fleiri sem kom inn í spilið þannig í staðgöngumæðrun. En það er líka, það eru ákveðin prinsip sem ég held að sé ofsalega mikilvægt að við virðum og það er til dæmis þetta barn sem verður til, það verður fullorðinn einstaklingur og það eru margir á því og þar á meðal ég að það sé skilyrðislaus réttur fólks að þekkja sinn erfðafræðilega uppruna. Og nú er ég er alveg opin fyrir því að við förum alls konar með
foreldrahugtakið og að það sé, og það hefur, ég meina, það getur verið mjög farsælt að barn alist upp hjá tveimur feðrum eða tveimur mæðrum og eða hvernig sem en það eru rannsóknir sem að sýna það og líka bara má færa fyrir því sterk rök siðferðilega að halda ekki leyndu fyrir barni uppruna þess og halda ekki heldur að það liggja alltaf á borðinu og sé alltaf þekkt hver bara uppruna saga barnsins hvernig varð ég til. Það ekki sjálfgefið, við göngum út frá því að við höfum orðið til á einhvern ákveðin hefðbundin máta sko. En nú það bara allt í einu búið að opna möguleika á alls konar uppruna sögu, ég má nota það orð. En hún sé alltaf einstaklingur sjálfur ljós hver hún og erfðafræðilegu upprunin hann sé líka ljós og þessu sé aldrei haldið leyndu fyrir börnum. Ég held þetta sé gríðarlega mikilvægt sko og við megum ekki alltaf hugsa þetta sem börn eða einhver viðföng. Þetta eru bara fullgildir einstaklingar, bara fullorðnir einstaklingar líka, einhvers staðar í framtíðinni eða nú þegar. Og við þekkjum það náttúrulega úr þessari ættleiðingarsögu sko, margra ára að fólk vill leita uppruna síns og kemur til með að gera það á einhverjum tíma. Sumir, ekki allir, en sumir og það alveg nóg að þeir sem að vilja eiga að fá aðgang að upplýsingum sín uppruna. En þetta hefur náttúrulega verið svona viðloðandi við tæknifrjókunar iðnaðinn að hafa þetta leynt og það hefur verið ég held að síðan hafa orðið svolítið svona hafi blásið kannski aðeins aðrir vindar í því núna heldur en hafa gert áður og ég veit að til dæmis eins og Svíar leyfa engar óþekktar gjafir á kynfrumum. Við gerum það ennþá. Við gerum það ennþá, við fylgjum dönsku línunni, þeir leyfa þetta í Danmörku. En það hefur það komið fram hjá þeim sko að það líka að þeir sem óska eftir sæðisgjöf vilja orðið vita meira gjafan heldur en áður. Já. Vegna þess að þetta eru kannski einhleypa konur eða lesbíur eða sem eru miklu meira opnar þetta að þær eru að nota þessa leið og vilja þá jafnvel vita dálítið, skýra getnaðinn sko í lesbísku sambandi. Já, þannig að þá vilja það gjarna vita og hafa upplýsingar og kannski nákvæmar upplýsingar heldur en fólk vildi hérna áður fyrr þegar var að vera að nota það fyrst og fremst af sjálfsagt hægt að velja, ekki bara ódýrara að kaupa ódýrt nafnlaust sæði eða að kaupa dýrt nafnsæði sko. Þetta sko... Og svo getur þú keypt fyrir hreinræktun labrador og kostar 5 sinnum meira. Nei. Og það bara alveg satt. Já. En það kemur þessi máli kannski ekki mikið við. Þetta ekki, kostnaðurinn ekki mikill þarna sko. Nei, hann ekkert eitthvað sérstaklega mikill, en það ekki mikill munur á þessu tvennu, en það ég held að fólk sitji það nú kannski yfirleitt ekki fyrir sig, en það mjög mikil svona aukin meðvitundu þetta, en að setja sig í þessi spor hins fullorðna einstaklings. Já, við sjáum líka bara eins og segir að það blása aðrir vindar að því leyti að í þessu frumvarpi sem liggur nú fyrir staðgöngumæðrun, þar tekið fram að allar upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar barninu á tilteknum aldri. Og það í fyrsta skipti sem að þetta kemur fram í okkar lögum og þetta stangast á við önnur lög, þannig að það þarf að samræma lög að þessu leyti. Já, ég sé það nú alveg fyrir mér ef tæknifrjókunarlögin verði endurskoðuð og þá geti þessu orðið breytt með þekkta og óþekkta eða rekjanlega og órekjanlega gjafa eins og ég vil kalla það. Já, því löggjafinn hefur ekki viljað breyta þessu hingað til, en þetta sem sagt í fyrsta skipti. En þetta í fyrsta skipti sem liggur frumvarp fyrir sem gerir ráð fyrir að þessar upplýsingar munu vera upp á borðinu. Og það hlýtur að hafa áhrif inn í önnur frumvarp, ég get ekki ímyndað mér ef að þetta verður samþykkt. Já, því það mikilvægt eins og spurningin hérna kom sko út frá sjálfræði einstaklingsins og frelsi einstaklingsins og það mikilvægt einmitt að þessi einstaklingur sem að verða til, hann hafi þessar upplýsingar stór hluti af bara sjálfsmynd og frelsi einstaklings raunverulega að vita þetta. Þannig að þetta ef við erum bara að hugsa svona tillit og hagsmuni barnsins og eða þess einstaklings sem verður fullorðinn og verður sjálfráða og vill hafa eitthvað þetta að segja. Já, mér finnst það nú eðlilegt. Það líka óeðlilegt að einhverjir aðrir búi yfir meiri upplýsingum mig heldur en ég sjálf. Sko, það er líka svona þetta svolítið. Að það séu til einhverjar upplýsingar sem að ég hef ekki aðgangað. Það er ekki... Ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum erfitt með að sætta okkur við í dag.
Ég held að þetta sé nú bara góð lokaorð og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Snorri Einarsson og Ástríður Stefánsdóttir og mjög góða spurningar frá ykkur nemyndum og við ljúkum þessu þá í dag. Takk kærlega.